Komið í sæl og eru velkomin í annan Express þátt af handboltakvöldi. Það voru 4 leikir í 8 úrslitum Olísdeildar karla í handknattleik í kvöld og við ætlum að fara yfir þessi leiki, ég, Jóhann Ingi Hafþórsson og Lúther Gesson. Það var eitt og annað sem gerðist markvert og við ætlum að henda okkur bara beint á ásöldina. Það sem deildarmeistararnir, leyfi ég meira að segja, leiddu Akureyringa bara til slátrunar. Það er ekkert sem kemur vantarlega óvart í þessu eða hvað, Jói? Bara nákvæmlega ekki neitt. Ég sá síðasta leik Akureyrar deildarleikinn, þá mættu þeir Frömmurum sem eru töluvert slakari lið en Haukar. Áttu samt aldrei breyk í þann leik, þannig að þetta þyrfti óvæntustu úrslit bara aldarinnar likuði til þess að þetta myndi fara einhvern veginn öðruvísi. Lúther, þú hefur hjartarætur fyrir norðan. Ég hefði haldið að ég hitti Sverri klukkan 5:30 í dag eða eitthvað og var einmitt að spyrja út í liðið og hann sagði að það væru allir heilir og eins og það var búið að vera, þú veist, mannskapurinn að verða heilli og heilleri. Þannig að ég átti nú kannski von á því að þeir myndu kannski sína aðeins meiri hressleika og sóknarlega heldur en þetta. Þetta einhvern veginn, Haukar komast 4-0 yfir og tónninn settur og þetta einhvern veginn aldrei leikur eftir það. Nei, er ekki búið í hálfleik? 27 í hálfleik? Það er 9-4 yfir og þetta fyrir úr 9-4 í 17-4. Já, sér það. Þeir bara... Við ætlum að fá að heyra viðbrögð þjálfara í þessum leik. Já, það er gaman að heyra það. Og ég ætla að byrja á Sverri Jakobssoni en kannski rétt að áleita í byrjun að við erum með viðbrögð Eyrað á honum. Við? Eyrað á Sverri. Því að Sverri, ég var búinn að stilla honum svona líka fínt upp í mynd. Já. Hann var á svo miklu hreyfingu og undir það síðasta erum við með glæsilegt. Hann er enda nýkliftur, strákurinn. Það er alltaf því. Viltu þá koma einhverjum skilaboðum á framfæri núna til Sverri? Sverri, vertu kjur. Já. Herri, við skulum kíkja á hvað hann að segja. Sverri, þessi leikur, endurspeglar hann svona getumuninn á þessum tveimur liðum? Ég vil ekki meina það, en þetta endurspeglaði greinilega hvernig við voru innstiltir svona í upphafi og hverju náðu að heimfara það sem þau ætluðu að gera og það var alveg heiminn að hafa milli liðanna inn í fyrri hálfleik, það er alveg ljóst og það að leyfa þeim að komast upp með að fá, ég veit ekki hvað með græðablöf hérna sem náttúrulega bara býr til þvílík gap hérna milli liðanna, það var erfitt að horfa á það en seinni hálfleikur sér síðan bara að sjálfsögðu að hluta til stolt, að hluta til að undirbúa sig í rauninni bara fyrir laugardaginn sko, það er að fá ákveðin svör og við vorum að prófa ákveðna hluti og það var margt, það var svolítið jákvæðin hluti sem kom úr því og það er við þurfum að skoða þennan leik gríðarlega vel fyrir laugardaginn. Á þess að ég ætla að vera eitthvað leiðilegur en eftir þennan leik hlýtur maður að spyrja í eitthvað erindi í deildarmeistar Hauka? Þú ert ekkert leiðilegur, ég myndi spyrja mig, ef ég væri hinum megin hérna, þá myndi ég spyrja þig ef þú voru hér að svona spurning og þetta hún alveg rétt sér. Á sjálfsögum eigum við möguleika, við þurfum að ná góðum leik, við vitum það alveg. Þetta var ekki góð leikur og ég vil meina að setup okkar og allt lagt á okkur var ekki í takt við það sem við sýndum hér. Við eigum rosalega mikið inni og menn þurfum bara að leyfa sér kannski að reyna að finna það sem við setjum upp með í leikjunum og nú erum bara að spyrja líka liðið, ég og leikmenn, hvað erum við tilbúin að leggja á okkur núna fyrir laugardaginn? Ég er svo feginn að hann segir ég, þarna inn í miðjuviðtalinu, ég hef ekki heyrt þetta viðtalinu núna, af því að þetta hlýtur að vera, þú veist, liðið er einhvern veginn bara eins og sé algjörlega óundirbúið fyrir eitt stærsta leik ársins fyrir sig, sko. Ég meina, er ekki bara staðreyndin svo að þeir eru ekki betri en þetta? Jú, nei, það er bara rangt. Er ekki of mikið? Nei, en ef þú skoðar bara hópinn. Já, þetta er bara flottir handboltar. Já, en það er alltaf mikið að farþegum hana. Nefndu hver farþegi búin að vera. Það eru menn sem eru kannski búin að vera farþegir í vetur sem eru búin að vera meiddir og spila á annarri löppinni. Nei, en ef við tökum bara liðið í dag. Við erum með Bergvin, sem er frábær. Eða svona, þú veist, skoraði 4 á fyrstu 5 mörkum liðsins. Hreiðar finnur sig ekki í markinu, Tómas Olsson kemur inn. En þetta er með betur markvarðarpörum. Já, algjörlega. En ef við skoðum bara, þú veist, breiddin er ekki mikil og það eru svona gæjar. Við erum búin að sjá Heiðar, við erum búin að sjá Kristján. Já, hvað eru þeir búin að vera að gera í vetur? Þeir hafa ekki... Þeir eru ekki svipur að sjón frá seinasta tímabili. Nei. Þeir hafa ekki spilað eins og vel og í fyrra og kannski margar ástæður fyrir því. En tímabilið er búið.
Þeir eru samt að tala um leikmannahópinn, það þarf ekki að líta á meira en bara töfluna til að Já. sjá. Að mínu mati er áframhaldandi vera Akureyringa í þessari deild á næsta ári tryggð vegna þess að það voru 2 lið sem voru lélegri en þeir. Ekki út af því að þeir eiga eitthvað sérstaklega skila að vera í þessari deild. Þetta er eitt sem að fara að koma framfæri að Sverri er algjör Já, fagmaður í þessu við tökum ekkert að honum. Sverrir er fagmaður alltaf tekur vikunar. þínu drulli þannig séð og svarar í eins og maður staðan fyrir að vera með leiðindi eins og einhverju væri með. En mér finnst leiðilegt að sjá lið eins og Akureyri. Þú veist, það er saga, það er handboltasaga fyrir norðan. Já. Og við höfum sagt að þeir þurfa bara að gera miklu betur. Forsendum, svo handboltasaga heldur en Já, ég meina, það er, Að mínu mati, sko. mér finnst þeir endalaust vera í einhverjum ásökunum og mér finnst að Akureyri eigi að vera með betra lið. Og hvað þurfa þeir að gera til þess að fá betra lið? Betri mannskapur. Já, þeir eru búin að vera góðir varnarlega í vetur. Já. Ekki alla leiki, ekki heilt út í allan vetur, þetta er veturinn langur, en þeir eru ekki góðir varnarlega í dag. Þeir eru ekki góðir sóknarlega, þeir eru búin að vera stígandi, þeir eru komin með, rétt ára að deildin kláraðist, þá voru komin með 40-45 mínútur góðan sóknarleik, sem að fer niður í sko 3 mínútur í dag eða eitthvað. Þannig þeir vinna seinni hálfleiki með 4 mörkum. Ég held að það hef ekki verið út af því að þeir voru alkinu svo góðir, heldur að Haukarnir eru líka fannir að undirbúa á laugardaginn, sko. Já, ég meina Haukar eru farnir róluleginu. Talað um Hauka og er ég með viðtal við svona áður en þetta fyrir að leysast upp í slagsmálum hérna. Spurningum að takast bara í hendur. Eitt sem okkar láta koma framfæri með Akureyri, þeir voru að tala um að þeir voru með eitt af besta markmannapari í deildinni. Ef það samt sem aður, þau verði ekki meira þetta, þá er það frekar augljóst að veikleika þeirra leiki varnarleiknum. Ef það svona góðir markmenn verði ekki meira þetta. Hreiðar er búinn að eiga ágætis tímabili í vetur og Tómas var einn af betri markvörðurum í fyrra og hann er búinn að vera góður þessar mínútur sem hann er búinn að spila. Enda hafa þeir alltaf verið með ágætis vörn fyrir fram á sig. Ég ætla að fá núna að henda okkur mér í næsta viðtal. Það er Hákon Daði Styrmisson sem að öðrum ólöstum að mínum mati kannski besti leikmaður Hauka ásamt Gídrus Markúnas. 10 marka maður. 10 marka maður og hann er bara með sjálfstöðst í botni eftir góða ferð til Póllands seinstu helgi. Ja, Hákon, hvernig horfði þessi leikur þér? Það var bara mikil tilhlökkun að taka þátt í nýju móti og við fannst okkur koma því ágætlega til skila núna og mættu bara helviti verið stendir í fyrri hálfleik allavega. Við duttum aðeins niður á hælana í seinni en náðum að rífa þetta upp og unnum að loka með 9 mörkum. Þín framistæða 10 mörk, þú vantarlega bara nokkuð sáttur? Já, þetta var bara nokkuð fínt og þægilegt bara. Næsti leikur á laugardaginn stutt, pása á milli. Er ekki stórslys fyrir Hauka ef þetta fer í 3. leik? Ég myndi nú ekkert segja stórslit, þetta er erfitt ferðalag fyrir bæði. Akureyringarnir er að fara núna í rútu og við förum líklega á laugardaginn í rútu, þannig að þetta er jafn erfitt fyrir bæði lið. Ekkert stórslys að tapa fyrir norðan, segir Hákon Daði. Ég veit ekki hvort ég þarf að spyrja það, Lúli. Ertu sammála þessu? Nei, ég er ekki sammála því auðvitað. Sko, það er ekkert að fara að gerast. Það skiptir einhver máli við hvaða lið Haukar hefur verið að spila í kvöld. Þú hefur verið að spila við sko bara fyrstudeildarlið Stjörnunar eða HK. Þeir hefðu komið 100% inn í leik. Það er það sem að... Og breiddin er rosa. Já, og þeir eru bara búið að mótivera þannig. Gunnar er búin að mótivera þannig. Það skiptir engu máli hvaða leikur þetta er. Þeir fara á full í hann, sko. Líka eitt við þetta viðtal sem að Hákon heillaði með. Skoraði 10 mörk. Þú spyrir hann hvort hann sé ekki ánægður. Jú, það er allt í lagi. Hann er gaman að hann. Rétt svona, fyrir kannski að við ætlum alltaf að hafa þetta miklu styttra en það verður. En mér langar að líta hérna á 2 atvik sem eru með úr þessum leik. Að mínum að 2 Akureyringar, eða tvívegis hefðu Akureyringar átt að fá rautt spjald. Fyrra skiptið er brotið á Janus Dada og í seinna skiptið á Adam Hauk Bámrúk. Mér langar bara að fá ykkar skoðun á þessu ef við bara skiptum og fáum að sjá þetta bara hægt. Strákar, hérna sjáum við Janus Dada kemur á ferðinni og bam. Þetta er náttúrulega ekkert nema púra rautt spjald. Hann er kýltur í andliti. Þetta lítur ekki vel út. Ég er ekki dómari en ég er nokkuð sem að það sé ólöglegt að kýla menn í andlitið. En hann er þarna engu að síður bara alveg við þetta. Þetta er náttúrulega bara rautt spjald. Við erum saman á það, hann má alveg setja rautt spjald. Þetta er ekki áleitt, þetta er staðrýnt, þetta er rautt spjald. Þá er það næsta.
Það er Adam Haukur Bamrúk, sjáðu hérna, þeir fara í hraðasókn. Janus kastar boltanum á Adam. Mjög hratt, ég sé það. Þetta er hægandur sinni. Og hérna, bam, það er tekið hraustlega á mótum. Hann fer ekki andlitið á honum en ef þú ferð af þessum krafti með hendina, bara gjörsamlega bombar hann í hálsinn. Það er staðan í leiknum þarna, er þetta ekki bara eitthvað svona við skulum ekki vera að láta Bara skiptir ekki Mér finnst ekki skipta neinu máli. Þetta er bara rautt spjald. Þetta sluppir rosalega vel þannig. En ég meina þetta breytir engu þegar leikurinn er búinn. Þetta skiptir engu máli þannig sé en til þess að fara eftir bókina þá er þetta 2 pjúra rauð spjald af mínum mati. Þetta gerist í seinna hálfleik bæði skiptin og hérna leikurinn er löngu búinn. Spurnum hvort það sé komin eitthvað pirringur í norðan menn þarna, sko. Kannski bara svona svo við lókum þessum leik áður við förum í næsta. Klára Haukur þetta ekki á laugardaginn? 10 marka sigur. Easy. Ludvík. 5 marka sigur. Já, þetta er klár. Eins og Guðjón Þórðarsson sagði ekkert sem hann býr ekki til kjúklingasalat úr kjúklingaskít. Hvert langar ykkur að fara næst? Að fara á Valsvöllin. Skellum okkur í Valsvöllin. Eða ekki? Það var náttúrulega bara, þú varst í nætuvinnu þar. Já. Það var bara lítið að frétta og rólundis leikur. Já, fínt að hafa, ég fekk allavega súpu til að létta með stundir og kaffi og svona. En svona svo við hendum okkur í álurina, tvíframlengdur leikur. Þú náttúrulega varst þarna, hvernig spilaðist þetta? Valsmenn eins og þeir hafa verið oft í vetur, ná ekki í sínum besta leik. Þeir, eins og Dildi segir, þeir endi öðru sæti lang næst besta liði eins og einhver sagði, Framararnir í tómu ströggla eftir áramót. Valur á að vinna þennan leik og með stærri og samfærandi, eða stærri mun og meira samfærandi. En Framararnir Við hefum séð að Framarar kunna að spila handbolta. Algjörlega og sérstaklega hundi Val. Valur vann á með 1 marki undir lok tímabilsins. Og þeir voru með framliggjandi vörn sem að sóknarmönnum Vals leiði ekkert sérlega vel að spila á móti. Það var engin markvarsla í Valsliðinu. Ef að Framarar ætluðu að vinna Val á þessum velli, þá þurfti það að gerast í kvöld. Þeir hentu því svolítið frá sér. Þeir voru í fínni stöðu. Það kom manni samt ekki þá óvart að það væri svona mjótt á mununum milli þessar liða að því að sko, eins og segir, Framararnir hafa heldur ekki verið að spila illa eða lélegan handbolta í vetur. Það er þetta sem að hefur vantað þegar þeir lendi í þessu taphreinu sem að enginn í heiminu virðist geta fundið út hvað það er sko. Það er allir fjölmiðlamenn búin að spyrja næstu í alla leikmenn og allt hvað var að og það getur enginn svaraði sko. En Valsliðið er ekki búið að vera það samfærandi samt. Það er langt síðan Valur hefur getið sagt að Valur hefur náð sínum toppleik. Það er bara Final Four. Byggur Stigur upp. Þetta er bara, ég átti alveg svona á því að þeir myndi lendi í vandræðum mútið fram. Það var náttúrulega hvað hálf mínúti eftir að leiknum, Framar að marki yfir og með boltan. Þeir, maður sér það einhvern veginn, þeir hafa ekki trúað því að þeir sé að fara að skóra, klára leikinn. Höndin komin upp, hvað var það, 10 sekundur eftir, þeir kasta boltanum bara upp í loftið, reyna hæja Valsmennum, henda boltanum bak við markið, markmaður þarf að ná í hann, 10 sekundur eftir, kasta boltanum fram og bara flauta náttúrulega gellur leið og Valsmenn fá víti og náttúrulega ná að jafna leikinn. Við erum með myndir af vítinu. Já. Við kíkjum bara á þetta. Það þarf svona for the lack of a better word, hræðjar að taka víti á svona. Sérstaklega líka svona 2 mínútum áður, þá át Kristófer, hann Ómar Inga á vítalínu og varði hrikalega vel. En þarna verður honum á engin mistök. Hann átti besta vítaskipta landsins. Átti frábæran leik, Ómar Ingi, var að stiga upp á meiðslum og steg heldur betur upp. Og frábær leikmaður. Maður sér að hvernig hann fagnar þessu af innlifun, kýli sig í bringuna, alvöru maður, það rekst utan í garðar. Kannski við fáum að sjá bara núna hvað hann vinur okkar, Óskar Bjarni, sagði eftir þennan leik. Eins og hann segir sjálfur, eins og þið eru að fara að hlusta á, þá sagði hann það er rosalega góð auglýsing fyrir handbolta, algjörlega sammála því, frábær leikur. Óskar, hvað er þetta að segja eftir svona langan og dramatískan jafnan leik? Bara frábær auglýsing fyrir handbolta. Gaman að vinna svona og maður náðum að fyrir hálfleik vorum við áttum að vera fleiri mörgum yfir í hálfleik. Algjör klaufaskapur hjá okkur að vera að missa þetta í það að þeir varu svo fættan að stjórna seinna honum. Þá förum við svona að híka og Kristófer er frábær í markinu og sóknarleikurinn okkar ekkert spes. En í framlengingum fannst mér við alltaf vera líklegri. Þannig að við höfum mikið inni, við höfum markvarslu inni finnst mér, við höfum varnarleikurinn allt í lagi en það er of mikið að litlum mistökum sem við gerum. Sóknarlega höfum við meiri moment inni.
Óskar Bjarni ánægður með sigurinn en ég tek strax eftir að hann segir við og meira inn í sóknarlega. Það er svolítið til í því og það vita það allir að því að þeir eru búin að eiga mikið inn í alla vetur. Með við mannskap og getur liðsins og þjálfarateymum og annað, þá hljóta Valsmenn að vera að spila undir getu í kvöld. Þótt þetta hafi verið frábær leikur og frábær skemmtun og allt það, þá komin í þetta mikilvæga leik inn í úrslitakeppnina, ég hefði viljað sjá Valsmenn meira samverð en þetta. Maður heyrði það líka, hann var ekki jákvæður í þessu viðtali, hann hrósaði ekki sínu liði, hann fór yfir það sem mátti gera betur í staðið fyrir að tala karakter sigur og frekar fór hann að þylja upp það sem að betur mátti fara. Bara vont að Valsmenn séu bara í vandræðum á þessum tímapunkti. Heyrum hvað Garðar Sigurjónsson, línumaður Fram, hafði hann að leika að segja. Hvað er hægt að segja eftir svona ríkalega svekkjandi leik? Ég er bara vonsvikinn. Það er bara ekki flóknara, það voru búin að vinna á en þeir fá víti í lokin sem að mér persónulega fannst ekki vera víti. Mér fannst þið vera svolítið rændir í dag. Hvernig myndirðu lýsa svona síðustu 30 sekúndunum eða svo í venjulegum leiktíma? Við förum í sókn og skorum og við köstum boltanum frá okkur og svo bara það var markmið, það var planið. Það var stutt eftir þá bara myndu dundra boltanum burt og hlaupa heim og brjóta. Það brjóta löglega sem mér fannst við gera en það var ekki sammála. Það er ekki hægt að breyta því núna, þetta er hrikalega sækjandi. En ég er alveg ógeðslega stoltur af liðinu þegar við spiluðum mjög vel. Við vorum grjótharðir í vörn og spiluðum sóknarleikinn okkar mjög skipulagt og agað. Og bara, það er ekki annað hægt heldur en að segja að við höfum staðið okkur viljum leik. Ég horfði á það sem hann segir, ég fór upp í Valsheimili klukktíma eftir leika eitthvað og ég horfði mitt á þetta brot sem hann talar að hann segir að Valsmenn hafi ekki átt að fá vítið. Já. Það er rangt hjá honum, Valsmenn áttu að fá þetta víti. Varnarmaður Fram stytti sér leið örlítið í gegnum teginn og þegar Valsmaðurinn kom með boltann og annað, þá kyrrsettum við myndina og hann stígur inn í teginn, hann með boltann inn í teginn. En fyrir mér er rauninni eina spurningamerki var leiktíminn úti. Já. Þetta er rosalega tæft. Klukkan, það heyrist í klukkunum leið og Valsmaðurinn fer í gegn. Þetta var ótrúlega tæft. En löppin á honum er komin stendur á tegnum áður en brotið er, áður en flautaðir. Svo tekur þennan tíma fyrir hann að fara í lofti, skjóta. Hvernig sjáum við leikinn á sundaginn spilast í samvinnu? Ég held að þetta verði afskaplega svipað. Það verðist ekki henta Valsmönnum sérstaklega vel að spila mótið Fram. En ég á von á öðrum þvíleikum hörku 50-50 leik sem getur farið hvort veginn sem er. Ég ætla bara að spyrja ykkur hreint út, fyrir þetta í oddaleik eða klára Valsar þetta á helgina? Þetta fyrir í oddaleik. Já, ég er sammála því að ég held að það er ekki það kveikir ekki hefur ekki kveikt í framliðinu að hafa tapað 10 leiki með rauðleiku við eða eitthvað, en svona leikur kveikir í framliðinu held ég. Og það er eitthvað sem Gulli Arnars kann að berja í sína menn, það er það svona karakter og trú og vilja og verkefni. Þeir eru á leiðin í stríð. Já, þeir eru reiðir bara eftir þetta, þeir eru bara reiðir og það svona moment hefðu þeir þurft að lenda í. Þeir hefðu þurft að lenda í einhverju svona leik í þessari krísu sem þeir voru í eftir árið. Hendum okkur núna út á land. Já, það er eiginlega nokkuð ljóst að við erum að fara út á land, hversu við förum. Þú fegst dagpenning og fórst í Mosó. Já, í Mosfellsbæinn. Þar hafði Afturhelding betur gegn FH í leik svona sem manni sýndist á textalýsingunni að væri kannski bara sanngjarnt. Hvað? Þú varst þar? Já. Það verður sanngjarnt. Úr því að FH var bara klaufar og voru að spila sóknarleikinn sinn eins og þau voru að gera. Þeir komast 4-1 yfir í leiknum og það var rosalega lítið skorað uppháðsmínútum, klaufaleg mistök báðum megin, en ég held að þetta hljóti hafi verið stressið eitthvað, þeir kasta boltanum, ég veit ekki, svo klaufalega frá sér að hann lendi, þeir kasta boltanum, sending fyrir aftan leikstjórnandann og ratar upp í stúku, Við erum að sjá svona sóknarteknífilega.
sem að eiga ekki að sjást í svona leik á milli þessara liða, sko. Kannski við förum bara núna að heyra hvað Einar Andri. Misnotuð víti og þú veist, sóknarleikur bara FH gekk bara, hann var bara brösugur, sko. Man alltaf veit stundum ekki alveg hvað maður hefur þetta FH-lið, sko. Annarkvort hittaðar á dag eða alls ekki, að verðist eiginlega ekki vera millivegur með þetta Flottur lið. varnarleikur hjá báðum liðum, flott markvarsla hjá báðum liðum. Ágúst Eli, við höfum talað hann áður í þessum þáttum, hann átti bara frábæran leik. Þeir hafa sýnt það á sínum góðum degum, þá eiga þá lið roð í þá. Á sínum slæmundum geta það tapað fyrir hverju. Heyrum hvað Einar Andri Einarsson, þjálfari Aftureldingar, hafði þennan leik að segja. Einar Andri, ég þykist vissum að þú náttúrulega fegnastu bara að hafa komin yfir í Sveinvíi, en varstu ánægður með hvernig tíminn fór að því? Já, ég var heilt yfir mjög ánægður með frammistöðuna. Við byrjum að vísu mjög illa, lentum 5-1 undir en á þeim kafla klúruðum við 2 vítum og 1 dauðafæri, þannig að ég hafði ekki sérstakar ágjörð af því. Mér fannst við vera að skapa okkur góð færi mest allan leikinn. Ágúst var að verja nokkuð vel hinum megin. Ég var eftir að sjá tölfræðin yfir það, en það var tilfinningin. Svo fannst mér við, unnum okkur vel inn í fyrri hálfleikinn og náðum að komast yfir. Og svo fannst mér við leggja grunninn að sérunum í byrjun seinni hálfleiks þegar við fórum í 5-1 vörðina. Já, hann var sáttur. Ég hefði líka bara verið sáttur með að vinna FH-liðið, eins og FH-liðið búið að vera á góðu renni og leika vel. En það eru, svo kom nú aðeins að FH-liðinu, eftir bara frábær umfyrir þess að liðin í einhver 9 stig á 10 mögulegum í 5 leikjum. Það er á 4 útileikjum á móti Val, Haukum, Fram og Aftureldingu. Þá finnst mér þeir tapa samfarrandi á móti Gróttu á heimavelli og ná svo í sigur á móti ÍR, en það er ákveðin svona, hvað var að segja? Þau vilja bara fá aðeins beittari bara sóknarleik í liðið. Þetta er gert á ekki fáum mönnum, þetta er eiginlega bara gert á 2 mönnum. En fæði skjóta sinna á Ásmundur Friðriksson, hann meiðist þarna skömmu í seinustu umferð. Hann er með í kvöld. Er hann heill? Hvernig fannst þess að hann kom út? Bara, þú veist, hann er náttúrulega bara þannig að hann er bara komin inn í þetta dæmi og þá er hann bara heill. Nú vil ég samt fá að vita, hvernig var Afturelding að spila í þessu leik? Við hefum ekkert komið inn á það. Þú veist, þeir voru svona samkvæmi sjálfur sér, sko. Þeir voru vissulega að gera mistök líka. Og eins og Einar Andri kemur inn á í viðtalinu, þú veist, þetta er allt annað lið bara fyrstu mínútunum þegar seinni hálfleik. Þeir komast í 4-0 bara á fyrstu 3-4 mínútunum. Breyta vörninni, en það sem að gerist líka þegar þeir komast inn í leikinn, í fyrri hálfleiknum, það var það bara vörnin og hraðaöflufin. Það var þar á hraðaöflufunum náðu þeir að stinga það af. En stinga það af, þeir ná mest 4 marka eða 5 marka fórustuð eitthvað svona, þú veist, en FH-liðið kemur alltaf tilbaka. Heyrum hvað Halldór Jóhann, þjálfari FH, hafði leikinn að segja. Muna ekki miklu, hvað fannst þér svona vant upp á? Munurinn á liðinu var bara að tapaði bolta. Við erum með 20 tapaði bolta. Það er svakalega erfitt að vinna af sterkt lið og Aftureldingu með svona marga tapaði bolta. Svona fyrri hálfleikur rosalega lítið skorað hjá báðum liðum svo sem, en þið virtist svona betra aðilinn í byrjun. Já, við komum fínt inn leikinn, við vorum 4-1 minnum mig og við vorum konið 9-5 en svo töpum við þessu liðið og 9-5 í 4 undir, 15, 17, 12. Það var sá kaflar verður, þá vorum við að tapa mikið mörgum boltum og vorum ótið mörk í bakið og það var svona, það var erfiður kafli og gerðum ekki svona góður hlutina, auðvöldum hlutina, gerðum ekki nógu vel vorum að gera okkur erfitt fyrir. Lúter, svona það fyrsta sem maður tekur eftir og hann segir fjöldi tapaðar á bolta, þetta er ekki ólistildar standard. Nei, hann taldi okkur eiginlega, ég misti tölum með 20 tapaðar boltar á móti Aftureldingu, það gengur ekki upp. Þessi kafli sem ég nefndi þegar þeir heimamenn á 4 mörkum yfir, eða farið 4-0 í upphafi seinni hálfleiks, bara á þeim kafla hendaði boltanum 8 sinnum frá sér, sko. Og það er bara dýrt. Þetta er ekkert ósvipað og vorum bara reynilega bara að sjá
bara svona klaufa mistök eins og við vorum bara að sjá bara áður en þeir fara á þetta rönn sem þeir fóru á, sko. Það var svona dundur klaufalugur sóknarleikur sem að tapa leikinn. Er Afturelding betra lið en FH á þínum mati? Já. Afturelding það, að mínum mati bara. Þeir eru bara með jafnara lið, sóknarleikurinn, það eru fleiri sem eru að taka þátt í honum, þeir eru með meiri vinnslu í sóknarleiknum, Pinnonen, ég heyrðu allar að fara að tala um hann og hann er bara frábær sóknarlega að sé þó hann sé ekki að skora einhver 10 mörk í leik en hann hefur bara lappirnar á hraðan og allt. Það sem að mér fannst leiðilegt við þennan leik var bara hvað hann var hryllilega illa dæmdur. Það var hræðilegt að horfa á tímabili. Ertu með einhver dæmi það? Þú ert endar svona, fyrst þú ert að tala um þetta, þú ert að kannski að vísa í klippi sem við varst búin að benda okkur á sem... Nei, það gerist ekki í leiknum. Það var bara gaman að sjá það. Já, mér fannst það. Mér fannst þetta. Ég veit bara að dómararnir eru, þjálfararnir og leikmenn eru sammálaðir þó þeir hafi ekki nefnt það í viðtali. Ágúst Birgisson fær rautt spjald. Er þetta réttur dómur á þínum mati? Bara það kom í pirringur í leikmenn FH þarna. Þeir fengu á þessum tíma þegar þetta gerist, þá eru þeir búin að klúðra á svona 3 færum í röð líka við á því að minnka munin í 1 mark og gera þetta bara alvöru, sko. Nú langar maður að spyrja einu og þess að ætla að fara að ráðast sérstaklega á dómarastéttina. Þú talar um að dómgæslan í þessu leik hefur verið slök. Dómarar í þessu leik eru Bjarki Bóasson og Gunnar Óli Gústason. Þessi leikur er sýndur. Þetta er ekki í fyrsta sinn í vetur sem menn tala um að þeir einhvern veginn svona verða svolítið missa hausinn í sjónvarpsleikjum eins og þeir takki svolítið spotlightið. Ég fatt það núna þegar þú segir þetta. Ég meina við sáum þetta í Grótta Haukar daginn þar sem þjálfari Gróttu talar um sko að það má vera, ámöðulega. Ég fatt það bara núna, það var sýndur beint, já, það er rétt. Ég er ekki einhvern veginn, þú veist, þetta eru bara svona atriði sem við verðum að sjá, menn eru að hlaupa aftan í menn og stoppa þá, eiga aldrei séns í bolta, ruðningstómararna, það er bara fullt af atriðin sem að maður getur verið að klippa því til í að, ekki alltaf kannski, ég segi ekki að það hafi verið svo slæmt, en það heyrðist ansi vel í stúkunni báðum megin mjög oft í kvöld. Fannst þér halla meira á annar lið en hitt? Fannst halla meira á FH. Nú ætla ég að kannski setja punktin yfir yfir með þennan leik. Áður en við gerum það, fáum við 3. leik í Mosó. Klárast þetta í krigunum á sundaginn. Ég held að FH heimavelli vægast sagt geti strítt Mosfelling. Blúndar? Ég held að, já, við fáum 3. leikinn. Ég held það líka. Herri, þá skulum við henda okkur í örlítið meira ferðalag. Nú liggur leið okkar til Vestmannaeyja. þar sem IBF tók á móti Gróttu. Grótta að spila í úrslitakeppninni, gaman að segja frá því, í kallaflokki í fyrsta sinn í 12 ár. Og enginn spáði fyrir það. Þannig að það er Víkingur vann Gróttu fram snemma á tímabilinu og þá var... Já, þjálfarar og fór á með liðan og spáði Gróttu. Við erum því miður ekki komin með myndefni úr þessu leiki, en við erum með viðtöl. Það er langt til leiða. Það er langt til leiða, þetta er einhver staðar á leiðinni í Herjólfi. 30 metrar hölduhæð. Þetta er hérna, við vinnum bara með þessu við höfum, strákar. Hvað er þetta að segja þennan leik? Sanngjarn sigur? Já, sigurinn var alltaf þessum. Ég fylgdist með þessum leik í gegnum textalýsinguna og rendi svo yfir hana þess aftur og þegar að hlusta á viðtöluna já, mér finnst bara... Náð þarna 8 marka fórustu og einhvern veginn vinna á endanum með 5 en þetta var flott og við erum að sjá hornamennirnir fara fyrir sínu liði, þannig. Theodor var líka með það í síðasta leik, það með minnir. Já, en annað sem ég langar kannski að koma inn í, að því að Agnar Smári Jónsson, hann er að koma sterkur inn, 7 mörk í kvöld. Já, hann sagði það í viðtali við okkur eftir þar síðasta leik að hann ætlaði að vera komin í 100% stand þegar úrslitakeppnin byrjaði. Hún byrjaði í kvöld hjá honum, hann á skínandi leik. Hann er búinn að vera bara í því að koma sér í alvöru leikform og bara koma sér í gang. Og svo vinna sem hann er að vinna með þjálfarateymi í IBF er bara greinilega að skila sér og þetta verður
frábær leikmaður í þessari úrslitakeppni, það er ekki spurning. Líka eitt með þetta IBF-lið, samkvæmt mörgum hafa þeir verið svona vonbrigði vetrarins með Það fjármagni hlýtur að vera hungur í þeim að reykta og tala nú ekki það, ef að þeir fara að detti í ganga hárréttum tíma, þá er ekkert hægt að afskrifa þá, þeir geta gert ýmislegt. Heyrðu, Sigurður Bragason, hvað þú kallar hann, aðstoðarþjálfari eða aðstoðarþjálfari í IBF, eftir því hvernig menn líta á þetta. Hann var til viðtals eftir leik og við skulum heyra hvað Siggi Braga sagði frá Vestmannaeyjum. Það er Siggi 6 marka sigur á Gróttu í fyrsta leik. Hver eru svona fyrstu viðbrögð eftir leikinn? Bara gleði, bara massa gott, góð stemming í húsinu og bara úrslitakeppnin að byrja. Þannig að þetta var mjög gott bara, þannig að við erum allir glaðir. Hvað varst þið svona best í leik þinna múna? Það var svona, þetta var svona, fyrstu 5 var svolítið svona þungt hjá okkur. Komist í hvað, 4-1 eða 3-1 eða. Og eftir það, svona næstu 40 mínútur voru bara stórkostlegar sko. Bara frábær leikur, frábær vörn, góð markvarsla, keyrðum yfir þá og þeir sáu bara alla til sólar á þessum kafla sko. Þannig að það var svona okkar besta moment í leiknum. Ja, strákar, Vá, hvað hann er jákvæður maður. hann var Það er bara að byrja hann var þjóðhátíð í prumpandi Eyjum. glimminni bara, það var Það er bara að vera að blása á þjóðhátíð strax. það var hérna, já, það var engin, á þess að ég ætla að vera leiðilegur einnig neitt, það var engin Stefán Arnars í þessu. Nei, ég held sko þetta við höfum séð IBF-liði gera þetta áður. Já. Þegar er eitthvað sem að byrja á úrslita, þá fara þeir Þá mæta þér. Þá mæta þeir. Þá stemmingin. Þá kemur hann að þar sem hjarta slæri í stúkunni. Já. Og með stemmingin í Ja, stúkunni. þeir mæta það sem er stemming, þið sjáu það, þeir fylla dalinn á þjóðtíð, þeir mæta í bikarúrslitahelgina þegar IBF er þar, þeir fylla ásveitlega þegar Íslandsmeistaratitilinn er undir, en þegar það er ekki stemming, ég tala nú ekki um, menn get ekki fengið sér eitt skítkallan, þá nennar það ekkert að vera þessu. Ef það er tilefni til flugeldasýningar, þá er fólki mætt. Já, þeir hafa ekki átt marga toppleiki í vetur. En hérna, þeir bara svo sem hafa gert þetta prógram allt áður og verið lélegir eða ekki góðir og ekki samfærandi heldur áður en úrslitakeppni byrjar, en þeir hafa sigrað hana. Ég er nú reyndar ekki sammála því að þeir hafa verið lélegir árið þeir sigur hana, þeir reyndu öðru sæti í deildinni. Já. Við skulum heyra hvað Gunnar Andersson, þjálfari Gróttu, hafði leikinn að segja. Já, Gunnar, 6 marka tap hérna í Eyjum. Er þetta of stóra töl? Nei, ég vil frekar stilla sem þannig upp að vera 16-8 í hálfleik. Það var allt of mikið og mér fannst það ekki gefa alveg rétt að mynda leikinn. Í raun og veru erum við hérna kafla, allt og lélega kafla í allt og langan tíma. Skorum ekki nema 3 mörk held í einhverja 16 mínútur upplis. Og þeir ganga á lagi, skora öðult mörk og einhvern veginn við hleypum með þeim í allt og þægilega stöðu sem að dugar þeim einhvern veginn til að vinna leikinn. Hvað gerist á þessum kafla? Þeir eru 5-3 yfir en eru svo konir 8-5 undir, nokkrum mínútur seinna. Mér fannst svona að við vera kannski helst til of kæruleysir í sóknarleiknum. Við vorum búin að vera nokkuð agaðir og vorum að fá góð færi og nýta þau og svona kannski vorum helst til of svona værukærir og svona, já, einhvern veginn uppbyggði það aðeins að vera búin að horfa á leikinn. Plús það að við erum að fá dómgæslu á móti okkur. Við fáum hana 2 mínútur sem ég fannst alveg glórulausar, 1 og 2 hana allavega. Hann tekur svo í markinu hann ykkur 3 dauðafæri. Þannig að svo fá þeir ykkur endalaus frákost í hendurnar og einhvern veginn þessi kafli þannig að hérna þeir bara fá allt of mikið fórskot sem er erfitt að vinna upp í raun og veru. Ég held að þeir hafi ekki verið að koma bara nógu vel undirbúnir til leiks. Frekar það að dómararnir hafi skemmt eða leikleik að vera fyrir þeim. Sko, leiðin hefur leið niður á við eftir bikarúrslit. Blaran sprungi. Já, maður spysi. En ég held, ég veit svo sem ekki hvort að þeir séu sammála mér en einhvern veginn skiptir engu máli fyrir Gróttu hvernig þetta einveginn fer. Þetta tímabil er alltaf gott. Ég held samt að hann sé ekkert að fara að viðurkenna það strax. Nei, en þú veist, ef við horfum bara blákalt á þetta, nýlega í deildinni fara í bikarúrslit og spila vonum framar. En náttúrulega bara standardinu þeirra hafa hækkað eftir því sem að liðið hefur verið á mótið og standardinu voru ákveðið hátt. Þeir hafa ekki verið að standast á undanfari og það hljóta náttúrulega að vera ákveðið mótið. En eins og þú segir, heildarmyndin er jákvæð. Hér við þetta borð situr eini maðurinn held ég sem spáði Gróttuliðinu ekki falli í vetur.
Lúther, þetta kemur Já, þér kannski ekki óvart. Nei, ekki árangur liðsins í vetur og ekki þetta. Ég held bara að það hefði öll liðstrákar lent í vandræðum að fara í fyrsta úrslitaleikinn í úrslitakeppnin út í Eyjum. Það er alveg sama, Haukar hefur lent í vandræðum þarna. Verða leikirnir í Vestmannaeyjum í 8. úrslitum fleiri eða klára Eyjamenn upp á landi helgina? Ég held að Stephen Nils bara að fara í ganglóksins núna af því það er úrslitað eitthvað og eitthvað. Hann er búinn að jafna sig eftir vítakasti sem hann fikk í andliti, loksins. Já, hann fiskaði Janus það út af í vetur. Nei. Ég var að taka þessu með aftur. En ef hann er að fara í gang og loka rammanum, þá verður það mjög erfitt fyrir eitthvað lið og bara öll lið að vinna í Bjáhaldi. Eitthvað við þetta bæta yfir? Ég ætla bara að spá því hér og nú að Grótta vinnur heimaleikinn og gerir þetta alvöru heimi, oddaleikur í Eyjum, allt sprungið, allt springur þar. Nú, rétt ára við lokum þessum þætti, þá ætla ég að gera svo djarfur að spyrja ykkur út í þessi 4 heimi og ekki, burstið frá oddaleikjum með öðru, bara hvaða lið fara áfram. Byrjum bara á Ásvöllunum, Haukar Akureyri. Er þetta ekki straight forward? Jú, voru ekki að tala, Akureyri, walk in the park hjá Akureyri. Nei, ég held að svo umræða hafa verið búin, ekkert við það að bæta svo sem. Haukarnir miklu betra lið. Hefur þú eitthvað við þetta að bæta? Já, ég held að Akureyri dett út, Grótta er dottið út og ég ætla að segja að Valsmenn fari í oddaleik og detti svo út. Já. Þeir fara ekki undir úrslitin. En við erum ekki að spá svo langt í tíma. Býða hans óskapjarni var að hungja. Og hérna... Þú fá sokki minn núna eða setna? Ég held að það verði raunin. Valsmenn unnu Hauk. Þá er einn leikur eftir afturölding AFA. Hvað lið dettur út þar? Afturölding AFA? Já. FH. Afturölding klárar þetta enn í. Lúther segir að afturölding Fram, IBF og Haukar fari í undanúrslitin. En takið þetta í því. Hvað segir þú? Ég held að Valsmenn, þeir kunna að spila stóru leikina. Þeir eru aldrei að fara að láta framslá sig. Þeir kunna akkurat ekki spila stóru leikina. Þeir eru bikarmeistarar. Horfður á undanúrslitin í fyrra? Síðustu stóru leikir sem að Valsmenn spiluðu, þeir spiluðu svo Englar unnu Hauka samfærandi. Horfður á undanúrslitin í fyrra? Ég fylgdist bara ekkert með handbolta í fyrra. Horfður á úrslitin í deildabikarnum í ár? Hvernig getur þú sagt þetta? Nei, nei, Valsmenn eru bara... Þeir eru í öðru sæti, þeir eru langnæst besta lið landsins. Spurningum að við fyrir bara að slá botni í þennan þátt, svona áður en allt fyrir að... Vissum að það séu annað besta liðið landsins. Taflan sýnir það. Þetta er marathón, ekki spretthlaup. Strákar, nú er ég búinn að reyna að loka þættinum í þrígangi. Svona áður en allt fyrir að loka... Þú sást þennan leik, varstu svona sannfærður yfir leik Vals í kvöld? Þeir eru búin að spila 15 til 18 svona leiki á árinu og vinna 14 af þeim. Þeir vinna svona leiki. Það er sigla í þessu liði. Þeir gera það sem þeir gera nóg. Sko, Valsliðið er rosalega mannað en framliðið er gríðarlega vel mannað líka. Ég ætla að standa með Lúther þar. Það er gríðarlega vel mannað þetta lið og ég held að, já... Veistu á hverju talan 1 er merkileg fyrir Fram á árinu 2016? Það er talan á þeirra sigurleikjum á þessu ári, öllu saman. Það voru fáir leikir á þessu ári líka. Áður en þetta leysist upp í algjöra vitleysu þá þakka ég kærlega fyrir áhorfið á Express þætti 2 af handboltakvöldi hér í úrslitakeppninni. Það er fullt af handbolta framundan og því verða fleiri þættir búin bráðar. Þakka bara fyrir áhorfið í kvöld og ykkur strákar fyrir að nenna að vera heima með mér á nætunar, miðan nætur. Drekk í drekk, dag eftir dag. Það er svo gott kaffi hérna maður. Jú, býr konaðin til gott kaffi.